Eggin í Gleðivík eru eitt helsta aðdráttarafl og einkennismerki Djúpavogs og algengt orðið að ferðamenn leggi leið sinn á staðinn til þess eins að skoða þau. En hvað þetta fyrirbæri í rauninni? Eggin í Gleðivík eru útilistaverk eftir Sigurð Guðmundsson. Þetta eru 34 egg varpfugla í Djúpavogshreppi sem bera öll eða eru öll í laginu eins og egg þessara fugla og standa hérna á stöplum sem að þjónuðu áður sem stöpla fyrir löndunarar bræðslunar meðan að hún starfaði sem slík eða var, starfrækt. Bræðslan hætti starfsemi og hvað þá? Og þá var svona spurningin hvað ætti að gera hérna á höfninni, hvort að ætti bara taka þessa sementstöpla eða hvað ætti að gera og þáverandi sveitarstjórn var mjög fram að nýta svæðið og gera það að einhverju allt öðru. Og þá kom upp þessi hugmynd að tala við Sigurð Guðmundsson sem var þá búinn að kaupa hús hérna á Djúpavogi sem heitir Himnaríki, mjög fallegt hús. Svona hvað væri hægt að setja upp á þessa stöpla og hann kemur með þessa hugmynd að hérna eggformið og þessi tenging við náttúruna og fuglaáhugann hérna á Djúpavogi og Djúpavogshreppi að þetta væri eitthvað sem kemur mjög vel út og hann bara seldi sveitarfélaginu það algjörlega. Já, Djúpavogur kannski talandi dæmi það að bara snúa vörn í sókn og þó að fiskurinn kannski, eða eins og bræðslan og bræðslusvæði hætti að nýta það í eitthvað annað. Já, algjörlega. Já, einhvern veginn, það aldrei lagðar árar í bát. Það alltaf horft bara eitthvað, já, ok, þetta gekk ekki, það var bara hvernig getum við nýtt þetta eða hvernig getum við breytt og gert eitthvað öðruvísi. Þannig að já, það svolítið sterkt í Djúpavogshreppi og einhvern veginn aldrei að horfa þunglyndis augum á ástandið. Listaverkið var sett upp árið 2009 og eru eggin úr kínversku graníti en Sigurður býr hluta ársins í Kína og vinnur mörg verka sinna þar. Þannig á sínu tíma hefur fólki þótt þetta svolítið galið? Dálítið mikið galið. Eða þú veist, já, einhvern veginn að setja upp listaverk á eitthvað sem að áður nýttist í fiskvinnslu var einhvern veginn ekki sérlega hátt skrifað. En sýnir þessi svo fljótlega þegar verkin eru komin upp að þetta verður segull fyrir ferðamenn? Já, algjörlega. Og þetta er bara alltaf meira og meira ár frá ári að fólk kemur hingað og þetta er staðir sem að allir vilja heimsækja þegar þeir koma til Djúpavogs eða koma sérstaklega til Djúpavogs til að skoða eggin. Þetta er eitthvað sem hefur komið mjög skemmtilega út og akkurat þessi tenging einhvern veginn við náttúruna heillar bara alla held ég. Þetta er mjög algengt að fólk sé að taka myndir af sér með eggjunum, eitthvað að knúsa þau eða þú veist að verpa eða sitja upp á þeim með eitthvað. Þannig að þetta er alveg, já, mikið aðdráttarafl. Og þetta er líka svo skemmtilegt þetta er það langt listaverk að fólk byrjar hérna og svo labbar það og skoðar egg hvers fugls og svona spáir í þú veist löguninni og já, þetta er bara mjög skemmtilegt. Svona fær fólk til að labba líka. Rosa gaman. Svo geta allir eigna sitt eigið egg. Það er hægt að kaupa minjagripi sem eru litlar útgáfur af nokkrum af þessum eggjum. Lundaeggið, það seldist upp mjög fljótt. En lómseggið sem er einmitt hérna stærsta eggið, það er hérna lómurinn er okkar einkennisfugl, hánorræn tegund. Já, lómurinn og fálkinn og straumundinn. Þetta eru svona litlar útgáfur og þau eru í kössum sem eru eins og stöplanir, þannig að þau eru svona gráum kössum og svo tekur maður eggið upp úr og setur upp á kassan og þá er þetta bara eins og listaverkið. Þeir Elís Pétursson og Daði Hrafnkelsson eru eigendur brugghússins Beljanda sem opnað var á Breiðdalsvík í sumar. Báðir eru þeir breiðdalingar, Elís býr á staðnum en Daði hefur búið í Danmörku árabil.
En af hverju brugghús? Þetta er svolítið skemmtileg saga. Við vorum báðir í sikkuru horninu án þess að hafa nokkurn tímann ræst við þetta að spá í að opna brugghúsina. Og við vorum meira að segja báðir með sama nafni í huga á brugghúsið. Og svo 2015 á hreindýrasísónu þá hittust við á hreindýraveðar og eftir veðarnar þá fórum við bara að spjalla saman, fór sér glas eftir veðarnar og svona. Og þá byrjar náttúrulega umræðan sko hvernig er komið fyrir þorpinu og hvað þarf að gera og hvað er hægt að gera og svo framvegis og þá kom þetta upp. Og þú veist, það var nú ekki liðið meira en svona kannski fram í hálft kvöldi, þá voru við eiginlega búin að handsala það sko. Bruggarar hafa alltaf haft svona svolítið töffara status í mínum huga sko. Bara eins og allt, svo er þetta líka mjög mikið handverk sko. Alveg eins og að baka eða þú veist hvað sem þú vinnur í höndunum, ég hef gaman að því sjálfur sko. Og en ég veit það ekki. Ég get nú ekki sagt að ég hafi haft þetta sem neitt æskudraum, hann eiginlega bara kviknaði þarna svona fyrir fullt og allt þetta kvöld þarna, örlagaríka kvöld með viskíflöskunni sko, en já, bara mikill áhuga á bjór og í rauninni áhuga á að gera eitthvað hér. Okkur langar til þess að skapa störf og skapa einhverja stemmingu. Brugghúsið er í einu af elstu húsunum á Breiðdalsvík en tækjakostinn keyptu þeir félagar frá Danmörku. Við ætlum að taka þetta hús algjörlega í neði sko, það var bara ónýtt. Það var svona skemma. Þetta var uppalega sláturhús, svo var rækjuvinnsla hérna, það var fiskvinnsla hérna. Bifreiðaverkstæði og verkstæði frystihússins lengi, allavega í Jógöti. Já, svona. Hérna á Breiðdalsvík. Þetta er byggt sem sláturhús náttúrulega uppalega sko. Það var rétt niðri, þar sem að bruggræðirnar eru, svona í bruggsalnum, þar sem klósettin eru, þar var skotið. Þannig að það er margir draugar þar, jarmandi og baulandi og svo í bruggsalnum sjálfum þar var sem sagt flegið og tekið innan úr og allt það dæmi og hluta niður. Og svo voru gærurnar saltaðar hérna uppi og sem sagt á þessu lofti hér sem við erum á núna sem er barinn okkar og hann heitir þess vegna Gærurloftið. Elís og Daði segja móttökurnar í sumar hafi farið fram úr björtustu vonum. Þú veist, mörg brugghús er náttúrulega þannig að það er bara brugghús og þú getur ekkert heimsótt þau eða þú veist ekki horft á þetta hvernig þetta fer fram. Mér fannst alveg nauðsynlegt að þetta væri þannig sett upp, sko, að þú gætir, þú veist, komið og fengið þetta aðeins í nefið, sko. Þú veist, bara lyktina í brugghúsinu, þú veist, það er verið að brugga, það er verið að bralla við þetta og þú getur fengið þér eitt bjór, hort á menn verið að vinna við þetta og, þú veist, já, þetta er svona okkur feelingur. Þetta er orðið eins og bara samkomuhús, sko. Það er eitthvað endur lífga við gamla samkomuhúsi, sko. Hér er verið að halda stoppfundi fyrir félög og pókermót og fólk kemur hérna og spjallar yfir kaffi, það er ekki allir sem fá sér bjór, þú veist. Spila púl. Já, spila púl og þú veist, þetta horfa til gluggann. Og gaman, sko. Það er eitt að fá hugmynd og annað að kunna búið bjór. Hvað gerist þarna á milli? Það er bara að fá hugmynd og hugsa svo ekkert meira og svo kemur þetta bara allt saman. Það er ángríns, er þetta svoleiðis. Þetta hérna verkefni er bara búið að vera svoleiðis. Við höfum held ég bara aldrei sest niður og gert eitt einasta plan fyrir neitt, sko. Við erum alltaf báðir í rekstri í einhverju öðru, sko. Og bara við vitum það alveg báðir við töluðum það, sko. Við höfum aldrei gert neitt jafn kæruleysislega og við höfum gert þetta, sko. Það er hellingur af brugghúsum í heiminum og fyrst aðrir getur gert það, þá getum við alveg klárlega líka. Það er bara þannig með allt, sko. En þurfum menn ekkert á námskeið til að læra að brugga bjór eða er þetta bara YouTube? Þetta er YouTube og hringja í og kynnast góðu fólki sem getur sagt manni, gefa manni góð ráð, sko. Það er nú alveg, þess verið að taka það fram líka að þú veist, þessi bransi er rosalega svona vinalegur, sko. Þú veist, eins og alveg svakalega, sko. Mikrobrughúsin eru meir en sko til í að hjálpa ef það eru vandamál og það myndi vissulega hjálpa að fara á námskeið, það er engin spurning. Og kannski gerum við það, þú veist, en þetta er nú gengið ágætlega svo far. Sem stendur eru 2 tegundir af bjór bruggaðar hjá Beljanda. Annars vegar Beljandi sem er pale ale og það er raun og veru svona frekar easy going bjór, auðdrekkanlegur og er svona competitive við, þú veist, hann er léttur, þetta er ekki mjög bragðmikill bjór. Svo erum við með IPA sem heitir Spaði, Indian Pale Ale. Það er bara rosalega skemmtilegur bjór að brugga, mjög bragðmikill og gefur þeim sem eru kannski ekkert rosalega vanir við að smakka svona öðruvísi bjóra, svona ákveðna einsýn í það. En við ættum náttúrulega að brugga fleiri tegundir. Við náttúrulega opnum 17. júní á þessu ári og síðan þá erum við bara búin að vera að elta skottið á okkur með að reyna að hafa við að framleiða, sko, sem við höfum reyndar aldrei við að framleiða. En þess vegna hefur við ekki bruggað, sko, fleiri tegundir. Við erum búin að hanna nokkrar fleiri tegundir
og leið og við bara höfum tíma og tækifæri til, þá munum við brugga þær og lönsa þeim á okkar bar fyrst náttúrulega og svo svona á svæðinu. Barborðið er það sem vekur sérstaka athygli gesta sem heimsækja beljanda, en það er þakið gamalli mynt. Við vorum í raun og veru bara að ræða þetta hvað við ætlum að setja á barborðið og Andri félaginn minn hann var búinn að sjá þetta á YouTube og við svo sem líka sko og fórum, ég og kona mín Helga og vorum svo sem bara svona, fannst þetta töff, kíktum á þetta á YouTube hvernig það væri gert. Svo auglýstu á Facebook eftir hvort að einhver ætti í gamla mynt. Það var einn kona í Reykjavík sem átti svona stóra glerkrukku með 100 kílóum og það var ekkert hægt að taka þetta, það þurfti bara að binda utan þessa krukku og rogast með hana til bíl og þetta var bara eitthvað blandað alls konar mynt, skilur, flotkrónan gamla og mikið af túköllum og 50-aurum og eitthvað svona dóti og við sátum heima við borðið sko hverju morgni alltaf seriósið og vorum að flokka þetta sko í alveg fötur allt sko og svo var þetta bara tekið og all familjan sett þarna við borðið að raða penningum, líma þetta niður og lakka svo yfir. Þetta var rosa gaman sko. Þetta vekur mikla lukku. Það spyrja allir út í þessu. En hver eru framtíðaráformin? Já, við ræddum þetta nú bara lauslega í morgun og við ætlum bara að taka þér rólega. Það er að segja að við erum með fókus á að bjórinn sé góður, þjónustan sé góð við þá sem kaupa á okkur og verðin séu sanngjörn. Þá teljum við að þetta geti ekkert klikkað sko, ef að þetta þrennt fer saman. Og við ætlum bara að halda okkur við það að brugga í rólegheitunum og sitja á kúta og dreifa því fyrst og fremst á kútum því að bjórinn bara bragðast betur á kút heldur en á flösku eða dós. Og svona ef að sá markaður fer að mettast þá kannski skoðum við að fara að dreifa þessi í vínkúðurnar eitthvað svoleiðis. Það er allavega engin plönum það núna, við viljum bara fyrst og fremst hafa gaman að þessu og gera þetta vel sko. Þá var ekki fleiri hjá okkur í kvöld. Við sjáumst á sama tíma vikuliðinni. Bless, bless.